Myndatíminn svona 25-6 ár, eitthvað svoleiðis. Og á bilinu 25-30 ferðir til Grænlands. Stundum náði maður miklu, voru góðar ferðir og allt einhvern veginn gekk upp og sumar gekk ekkert upp. Maður svona náði litlu og bara sast á hundaslega og keyrðir og horfði til vinstri í hálftíma og svo hægri í hálftíma og það var alltaf svona, það var ekkert að gerast og náði litlu mynd. Kom lítið út úr sumum ferðunum en samt hefði ég ekki viljað missa neitt. Þannig að myndirnar núna sem urðu ekki til í ferðunum urðu kannski uppspretta þá að hugmyndum næst. Já, og svona, já, einmitt og það var svona, mér fannst eiginlega ekki hægt að fara á þessar slóðir án þess að hafa mynd af, þetta náttúrulega veiðisamfélag sem ég var að skrá, sem svolítið að breytast og það var eiginlega ekki hægt annað en að ná myndum af svona konunginum sem þeir veiða, ísbirninum. Og þeir voru búin að eltast við hann í 15 ár, elta spor og ná honum aldrei, og hafa ekki tíki, maður hafi ekki pening til þess að hanga lengur og þá var maður að snúa við og byrja að safna upp á nýtt og fara aðra ferð og vona besta næst. Þetta er svo tignarlegt dýr, einhvern veginn. En hann er ekki, þetta er ekki bangsi sem þú klappar, hann étur þig og þetta er eitthvað að þvælast fyrir honum. En hann er bara, þetta er bara einhvern veginn. Ég virði veiðimennina fyrir að veiða hann. Þeir verða líka sorgmæddir yfir því þegar þeir virða dýrin, það er þeirra kúltúr að virða þau þegar þau falla, en þeir lifa á þeim. Þetta er partur af náttúrunni, þetta er partur af þeirra lífi. Þegar maður fór að sjá þetta, þegar maður sér eins og á Grænlandi, þegar þú ert með veiðmönnum sem þú er búin að þekkja í 20 ár og þú sér að þeir hafa áhyggjur af framtíð sinni og veiðmennskunar og þeir finna það að það sem þeir fóru áður bara eins og ekkert væri á hundasleða þá er ísinn á traustur og þeir komast ekki jafnvel á sína veiðislóðir bara út af því að ísinn er svo þunnur. Veiðitíminn á þessum tíma styttist en þeir veiða náttúrulega bátum og svona fiska og annað. En þetta líf þeirra gæti breyst ef þetta fer, mjög drastískt. Það er vandinn bara raunverulegur, þetta er ekki eitthvað svona fyrir einhverja klúbba út í heimi til þess að tala þannig er bara, vandinn er þarna svona. Vandinn er svona, þetta er bara að gerast en þetta er náttúrulega, heimurinn virðist ekkert vita of mikið þetta líf og virða að þarna er líf, þarna er fólk. Og þeirra líf mun breytast og þetta náttúrulega finna þeir sinn farveg og allt breytist í heiminum En þessi menning, 4000 ára, 4500 ára gömul eða hvað hann er og að lifa í þetta harðræði í allan þennan tíma, hún gæti breyst mjög hratt. Og ungi krakkar á Grænlandi, ég er ekki að sjá þá fara að verða ekki marga lifa á veiðum eða vera veiðimenn eða vilja vera það. Og svo nærðu í einni mynd þessari gömlu konunggerðum gluggan sem eru svona eins og ísalög aldana bara og Og hvernig var sú mynd til? Ég meina það er eins og snapshot bara í gegnum glugga, einhver sem er að fara framhjá og þú tekur upp myndavélina og tekur mynd. Já, það bara, hún eiginlega gerist bara þannig að við erum bara að labba í litlu, ég er bara á gangi í litlu þorpi þegar og sé þau hjónin, gömul hjón, sitja þarna bara út á hlaði eða út á stein bara og því nálgast þá fer hún inn í húsið og ég fer svona og kallinn er það úti og ég smella á honum myndum og hann talar ekkert neitt tungumál sem ég skilið eða hann skilið mig ekkert en það var svona glettni og gleði í augunum og ég tók nokkra myndir á honum og þá kíkir hún út um gluggann og það er þá sem myndin verður bara til, hún bara spontant verður til. Hún er út í glugga og hún var orðin svo sjóð, hún var 90 ára gömul og annað auga var eiginlega lokað. Þannig að hún eiginlega var alltaf að kíkja með öðru augun, hún sá ekkert með öðru augun, það var bara, þetta er eins og saga heils land í einu andliti. Við tölum svona fleiri myndir sem hafa voruð til að mér langar að rifja svolítið upp, ég fekk að fara með þér og fleiru þegar þú fórst að hitta eitt af þessum andlitum sem var Guðjóni Gerðarkoti fyrir austan og markmiðið var að fara
og gefa honum bók. Manstu eftir þessu? Já. Og hann sem sagt í raun og veru, það var aldrei gaman að sjá þig þarna í þessum aðstæðum sem þú hafa komið í oft áður og hitt hann oft áður, með bók. Og allt í einu var þetta andlit norðursins, þessi bóndi með þetta andlit, orðin að svona lifandi veru, mjög furðulegt. Og viðbröðin hans líka, þegar þú varst að reyna að láta hann fá bókina, voru alveg kostuleg. Já, Guðjón var mikill vinur minn og við urðum mikil vinur, það eiginlega gerist strax. Sko. Stundum gerist þetta þegar maður fer, það gerist yfirleitt mjög fljótt að maður nær þeim eða ekki. Það er einhvern veginn, það verður einhver tenging með fljótt. En þarna gerist það með Guðjón strax. En það var svolítið skrítið því að var allir að afhenda honum bókina því að þetta var svona honum til heiðurs að afhenda honum fyrsta eintakið en hann var svolítið feiminn að hann vildi ekki taka við henni í allri þessari mannmerði í kringum hann var ekkert fyrir neitt svona tildur í kringum sig sko. Þannig að maður var náttúrulega í alveg bullandi vandræðum að afhenda honum bókina og ég veist ekkert hvernig þetta endaði en svo þegar þetta var svona fólki fór svona að halda að þetta væri búið þá tók hann bókina. Kallinn þræk flottur líka, hann hafði gaman að þessu. Já, hann hafði nú gaman að þessu, lúmsgaman að þessu líka og hann var glaður með þetta. Setti snúðapokann bara upp í linsuna á mér manni og þetta var gert svona í gríni, ég meina hann hafði gaman að þið spila með gesti. Já, hann hafði gaman að þessu öllu saman og þegar ég fór til hans eftir þetta og farið búið og þá var hann mjög glaður með þetta. Ég var náttúrulega átti honum of mikið að þakka og vildi sína honum það þakklæti með fyrir það að hafa leyft mér að taka þessa mynd á honum sem var bara til spontant þegar hann var að leita af mink sem var að drepa æðavarpið. Og við vorum bara að labba í fjörunni og myndin var bara til ég var bara að labba með honum, hann var ekkert að spá í mig, hann var bara að horfa í kringu sig. Er þetta þitt sterkasta portrett heldur? Ég veit það ekki, þetta var svona ákveðin vendipunktur svona pínu að maður gæti svona, já að fór eitthvað svona kannski að taka eftir pínlítið sem maður var að gera en ég held að þetta hafa svona verið vendipunkturinn í því. Þú ert fréttaljósmyndari, fyrst og fremst, að upplagi í raun og veru og hvað núna þegar þú ert í raun og veru kannski komin með stærra svið heldur en bara Ísland eða hvað er í fréttum dagsins og ert að mynda þennan heim sem kannski er hverfað á Grænlandi og kanntu við þig þá ennþá að vera að taka einhverja svona krúttlega myndir af gömlu fólki í bænum til þess að geta sett á baksíðu blaðsins? Já, ég hef mjög gaman af öllu svoleiðis í raun og veru sko, en hvað viltu gera? Ég hefði náttúrulega viljað gera miklu meira frá sjálfum mér sko, í staðinn fyrir að vera að gera alltaf eftir pöntunum og höfðu einhver annar sko. Því að allt sem ég hef búin að gera eins og í bókunum gerði ég, það var allt byggt á mínum hugmyndum en fjölmiðlun hefur bara breyst svo mikið og ég veit ekki hvert ljósmyndun er að fara raunverulega í fjölmiðlum í heiminum. Ég veist svona, ég vona það snúi við, það náttúrulega er þetta að breytast fara á netið og fara í vídeo og annað sem er náttúrulega spennandi en svona, ég finnst blöð og tímarit hafa dálítið dalað. Það hafa svona mist fótann á því, sko, það er svo, menn átti sig ekki að það er búið að finna upp myndina, það myndavélina, sko, það er einhvern veginn fór aftur á bak. Myndir minnkuðu og myndir þurfa að vísu að vera í mínum huga eftir að digital kom og fleiri fóru að taka myndir, þá þurfa menn alltaf að taka betri og betri myndir til þess að þetta skari fram úr. Og menn þurfa að vera á tánum, held ég, og alltaf og hafa bara brennandi áhuga á því sem ég er að gera. Ég hef þennan brennandi áhuga á því sem ég er að gera og það er margt, ég hef alveg endalausar hugmyndir í hausnum, það er komið upp á nóttinu og alla, ég hef aldrei frið í hausnum einhvern veginn fyrir því en það tekur mér svo langan tíma að náttúrulega koma þeim frá sér því að maður þarf að vinna fyrir sér fyrst. En þú vilt taka fleiri myndir og kannski bara þá vinna við þínar eigin hugmyndir? Ég myndi vilja geta það en ég veit ekki hvað framtíðin ber í skauti sér en En þú ert satt bókina eða ekki? Hún er svona nokkurn veginn eins og þú vildir hafa hana? Jú, hún er svona nokkurn veginn. Ég hefði náttúrulega sko einhvern tíma verður maður að stoppa. Ég var alltaf að hugsa ég taldi mig aldrei vera búinn og það er ákveðin hluti sem ég hefði viljað fara að gera meira og aftur og betur og annað. Ég hugsa alltaf þannig en það verður líka að hugsa sko bara eins og í fótboltaleik og þú getur ekki skotið á markið þegar leikurinn er búinn, sko, hann er búinn. Þú verður ekkert að stoppa. Og
það var bara komið að því að setja punkt í þessu. En það er alltaf að halda áfram og þetta náttúrulega heldur áfram og halda áfram að skrá þetta. Þetta er kannski bara kafli 1. Það er bara nýr leikur. Það er bara nýr leikur. Sjá hvað gerist.